Þá tekur til máls hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon. Frú forseti, góðir tilheyrendur. Það stundum talað það að vantraust þjappi ríkisstjórnum saman. Varla hefur það nú verið tilgangur Sjálfstæðisflokksins, þó hann sé almennt velviljaður, að þjappa þessari ríkisstjórn saman. En gæti þá verið að þessi vantrauststillaga væri til heimabrúks? Hún eigi að þjappa Sjálfstæðisflokknum saman, bæði hjörðinni sem hér innan veggja þingsins og þeim sem uppi í hádegismóum og allt þar á milli. Gæti það nú verið að öll hjörðin eigi nú að geta sameinast eitt loksins að vera á móti ríkisstjórninni? Ég verð að segja, frú forseti, þetta útvarpsútsending og fyrir óreynda þingmenn hér, þá ágætt að taka það fram. Það ákaflega óþægilegt að hlusta á það í útvarpi þegar menn gjamma mikið út í salnum. Og við sem oft höfum kallað fram í á fundum, við höfum alltaf virt þá reglu að hafa sæmilegan frið í umræðunni þegar henni útvarpað og sjónvarpað. Takk fyrir. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, háttvirtur þingmaður, hann alveg ótrúlega illa lesinn í þeim Krugman og Stiglitz. Það rétt að þeir hafa vissulega fjallað bæði gjaldmiðlinn og það hvernig hér var staðið að málum með neyðarlögum, en þeir hafa fjallað margt fleira í mörgum pistlum Ísland. Þeir hafa til dæmis fjallað það að Ísland hefur farið sína eigin leið og notað sitt eigið módel við aðgerðir í efnahagsmálum. Það hefur staðið vörð velferðarkerfið og það hafa þeir báðir bent á að væri ekki bara félagslega réttlátt heldur líka efnahagslega skynsamlegt. Því það væri með því vitlausasta sem menn gerðu að veikja lífskjör þeirra sem lakast standa, jafnvel þó erfitt væri í ári. Þeir hafa fjallað góðan árangur í ríkisfjármálum og það hafa margir fleiri gert. Þannig að ég hvet háttvirtan þingmann Sigmund Davíð Gunnlaugsson, ef hann að vitna í fræðimenn og annað borð, að lesa þá allt en ekki bara sumt. Síðast var flutt hér vantraust á ríkisstjórn í lok nóvembermánaðar 2008 og það gerði meðal annars sá sem hér stendur. Þá sameinuðust formenn allra stjórnmálaflokka að flytja vantraust á ríkisstjórn 6 vikum eftir hrun bankanna, eftir langvarandi áköll þar utan úr þjóðfélaginu og eftir að sú ríkisstjórn hafði hafnað tilboðum stjórnarandstöðu þjóðstjórn og eða kosningar. Þá var tæplega 18 ára valdatíma Sjálfstæðisflokksins að ljúka. Hinir meintu sigrar nýfrjálshyggju og einkavæðingar breyttust í martröð heillar þjóðar þegar hér þurfti með neyðarlögum að grípa til neyðarráðstafana. Hér var fjármálakreppa, gjaldeyriskreppa og efnahagskreppa. Rómuð útrásar ár, þau enduðu með því að íslenska þjóðarbúið átti vart fyrir gjaldeyri, fyrir olíu og lyfjum í lok nóvembermánaðar 2008. Síðustu dollararnir fóru í tösku með forvera mínum Árna Mathiesen þegar hann fór til Washington að biðja neyðaraðstoð og því hefur hann lýst í bók. Þannig var nú það. Já, við skulum bera saman forsendur og aðstæður þessarar vantrauststillögu nú og þeirra sem þá var flutt. Það einmitt hið rétta samhengi sem lítið fór fyrir í máli málshefjanda Bjarna Benediktssonar háttvirts þingmanns. Nú og þá. Svo til allt bankakerfi landsins hrunið fyrir 6 vikum? Nei, það hefur verið endurreist og það með meira en 200 milljörðum króna minni kostnaði en til stóð. Hefur gengi íslensku krónunar hrunið 40% á undanförnu? Nei, það hefur styrkst 7-8% og stöðugt. Hafa stýrivextir hækkað í 18% í vetur? Nei, þeir hafa lækkað í 4,25% það ekki. Þeir eru hinir lægstu í sögu Seðlabankans. Hefur verðbólgan farið í tæp 19% á undanförnum vikum? Nei, hún komin inn fyrir vikmörk Seðlabankans. Hún sú lægsta í 7 ár og stöðug. Ísland nýkomið á lista yfir þau 10 lönd sem líklegust séu til að verða gjaldþrota? Gerðist það daginn? Nei. Ísland farið út af þessum lista fyrir meira en ári og hvergi á byggðu bóli lengur rætt það að hjá íslenska ríkinu verði greiðslufall. Hallinn á ríkissjóði 217 milljarðar eins og hann var 2008?
Er hann það? Nei, samkvæmt áætlun verður hann 37 milljarðar, 2,6% af vergri landsframleiðslu. Það verður 1% afgangur á frumjöfnuði og Ísland verður aðeins 8 OECD-ríkja sem nær þeim árangri samkvæmt sínum fjárlögum í ár. Er neikvæður vöruskiptajöfnuður upp á 15–20% og bullandi erlend skuldasöfnun í gangi? Nei, það er 10% afgangur á vöruskiptum við útlönd og við erum tekin að greiða niður erlendar skuldir. Er áhættu álagið á Íslandi komið í 1000 punta? Gerðist það í síðustu viku? Nei, það er komið niður í 216 punta. Þannig gæti ég lengi talið upp ef við viljum bera þetta saman á annað borð. Og hvað er þetta til marks um? Þetta er til marks um mikinn árangur sem þessi ríkisstjórn hefur náð þrátt fyrir erfiðar aðstæður. Það er búið að takast hér, það hefur kostað sitt, fórnir og baráttu, að ná hér stöðugleika, innleiða hann, hagstæð samkeppnisskilyrði, opinber fjármál á góðri leið með að verða sjálfbær og þar með hafa verið sköpuð skilyrði fyrir að hinn margfrægu hjól atvinnulífsins fari að snúast á auknum snúningi og hér geti sjálfbær og traustur hagvöxtur gengið í garð. Hrunið þýddi það, ágætu sjálfstæðismenn sem hafi ekki enn lært mannasiði, hrunið þýddi það að ekkert af þessu var til staðar þegar við tókum við. Það vantaði allar forsendur sem þarf til þess að hægt sé að hefja endurreisn á einhverjum traustum grunni. Þær eru núna komnar. Þær eru það. Hagvöxtur er genginn í garð. Allar spár gera ráð fyrir 2,5–2,9% hagvexti á þessu ári. Nú síðast spá Danske Bank, hvað sem mönnum finnst hana að öðru leyti. Fasteignamarkaðurinn er farin að taka við sér. Atvinnuleysið er vissulega mikið, en það hefur náð hámarki. Það helst óbreytt nú milli mánaða og það er 0,7% lægra á þessum mánuðum og það var á sömu mánuðum í fyrra og 2009. Þannig að atvinnuleysið er á niðurleið og gangi vel, frú forseti, þetta er alveg makalhaust með Sjálfstæðismenn. Það er ekki nokkur leið, það geti virt lágmarkskurteisi hér í umræðum vantraust og útvarpsútsendingu. Það er ekki nokkur leið og ekki nú Árni Jónsson háttvirta þingmönnum að gefa ræðumönnum tækifæri. Frú forseti, það eru sem sagt ýmsar borðleggjandi staðreyndir sem að það þýðir ekkert að tala framhjá eins og það sé ekki til. Þar með er enginn að halda því fram að allir okkar erfiðleikar séu að baki, enda stóð það aldrei til að það yrði þannig að þetta skelfilega hrun og þessi miklu erfiðleikar gufuðu bara upp með einhverjum bellibrögðum á örfáum mánuðum eða misserum. Það var aldrei í kortunum því miður. Það mátti hver heilvita maður vita að það biði íslensku þjóðarinnar langt og erfitt baráttu og uppbyggingarstarf. Og annað gat aldrei orðið miðað við þau ósköp sem hér yfir okkur dundu. Ríkisstjórnin hefur, þrátt fyrir erfiðar aðstæður í ríkisfjármálum, gert allt sem hægt er að segja að viðráðanlegt hafi verið til þess að takast á við þetta ástand. Og þá meina ég í skilningnum að reyna að halda utan um samfélagið, að glíma við atvinnuleysið og gera þetta eins bærilegt og mögulegt væri við þröngan kost. Örlítil upptalning um það. Við höfum með miklum árangri keyrt það sem við köllum allir vinna átakið með 100% endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna endurbóta á húsnæði og skattafrádrætti að auki. Við settum 3,5 milljarða í viðhald opinbers húsnæðis í fyrra þrátt fyrir þrönga stöðu ríkissjóðs. Við höfum skapað 12–1500 sumarstörf fyrir námsmenn hvort ár 2009 og 2010 og munum aftur gera í ár. Við settum 350 milljónir í vel heppnað markaðsátak í kjölfar eldgossins vorið 2010 sem sneri vörn í sókn og gerði að verkum að ferðaþjónustu árið kom næstum því út á sléttu miðað við metárið 2009. Við höfum sett lög skattaívilnanir fyrir nýsköpunar og sprotafyrirtæki. Við höfum sett rammalög ívilnanir fyrir nýfjárfestingar. Við höfum gert skólum kleift að taka við fleiri nemendum. Á 5.000 atvinnuleitendur eru í virkniúrræðum og það eru sérstök virkniúrræði fyrir unga atvinnuleitendur. Við greiddum atvinnuleitendum í fyrsta skipti í háa herrans tíð desember uppátt fyrir jólin upp á 250 milljónir.
Við höfum lengt rétt til atvinnuleysisbóta úr 3 í 4 ár. Við höfum tekið upp veikindadaga fyrir atvinnuleitendur. Við höfum gert mögulegt að taka atvinnuleysisbætur á móti hlutastörfum. Svo ég telji nú upp aðeins hluta af því sem þó hefur verið reynt að gera til að glíma við þetta ástand og gera það eins bærilegt og kostur á meðan við erum að fara í gegnum það. Öll viljum við fara atvinnu- og uppbyggingarleiðina. Að sjálfsögðu viljum við það öll að hér komi fjárfesting og uppbygging og störfum fjölgi og atvinnulífið fari niður eins hratt og mögulegt Og það eru allar forsendur til þess. Við erum að sjá aukin verðmæti í útflutningi frá bæði sjávarútvegi og áliðnaði og stóriðju. Við erum að sjá metár framundan og þegar hafið í ferðaþjónustu. Við höfum séð mikinn vöxt í nýjum tæknigreinum, lyfjaiðnaði, hugbúnaði. Það munu verða umtalsverðar orku- og virkjunarframkvæmdir á komandi árum og ég bendi mönnum á að mæta á ársfund Landsvirkjunar á föstudaginn kemur. En þær verða á nýjum forsendum, sjálfbærni, og þær verða í fjölbreyttan iðnað sem ber framtíðina með sér og á nýjum sviðum. Staðreyndin sú, frú forseti, að það alveg sama hvar maður ber niður og hvernig maður liggur yfir þeim tölum sem við lögðum af stað með í þennan leiðangur í janúar 2009 og ég kann þar nokkuð vel. Það mikið hef ég vakað yfir þeim, alveg frá þeim tíma. Það alveg sama hvar við skoðum þær og berum þær saman við stöðu okkar í dag. Hún til mikilla muna betri. Hún til mikilla muna betri en þá var spáð, háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson. Til dæmis það að samanlagður halli ríkissjóðs á árunum 2009, 10 og 11 115 milljörðum króna minni en áætlunin þá gerði ráð fyrir. Til dæmis það að erlendar skuldir ríkisins eða heildarskuldir ríkisins eru hættar að aukast. Þær hafa staðnæmst með 84% af vergri landsframleiðslu, rúmlega 40% nettó, sem mun lægra skuldahlutfall en við reiknuðum fyrir 2 árum síðan með að við myndum sitja uppi með. Þannig það. Auðvitað það klárt og hreinu, frú forseti, að við vildum öll að hrunið hefði ekki átt sér stað en það gerðist. Veruleikinn sá sem ræður för. Við höfum nú glímt við þennan veruleika í hartnær 2,5 ár og í þeirri glímu hefur auðvitað reynt á og það ekkert skrítið við það. Það erfitt að þurfa að skera niður í ríkisfjármálum, að hækka skatta, að horfa á háar atvinnuleysistölur og finna til vanmáttar gagnvart því ástandi, að sjá skerðingu kaupmáttar. Auðvitað tökum við það öll inn á okkur. En veruleikinn eins og hann og við fáum honum ekki breytt með lýðskrumi eða blekkingum. Það góða að nú sannanlega betri tíð í vændum og það bölsýni. Það að tala þjóðina niður, að viðurkenna ekki einu sinni það. Þá eiga menn ekki að koma hér í ræðustól og segja að menn ekki að tala kjark úr þjóðinni ef þeir viðurkenna þó ekki opinberar hagtölur sem segja okkur að betri tími í vændum, að hagvöxtur hafinn, að umsnúningur orðinn í hagkerfinu. Það mikilvægt verkefni stjórnmálanna nú sem endranær að reyna að skapa sæmilegan vinnufred og sátt í samfélaginu og ef hrunið hefur kennt okkur Íslendingum eitthvað þá ætti það að vera það að ofmetnast ekki. Það algerlega á hreinu að afturhalds- og niðurrifsöfl, öfl sem sakna gamla Íslands, sjálfsupphafningin, þjóðrembingurinn, Ísland best í heimi hugsunarhátturinn skilar okkur engu. En hitt rétt að Ísland gott land og við erum ríkulega búin auðlindum og við erum vel menntuð og vinnusöm þjóð og við búum að því að vera í þróuðu norrænu samfélagi með sterka innviði. Þannig að framtíð okkar björt. Það þarf enginn að efast það. Kreppan má bara ekki skrúfast föst í höfðunum á okkur. Vandi okkar nú, miðað við allt sem við blasir, að verða meira huglægur en efnahagslegur. Og alveg sérstaklega hrjáir þetta blessaða stjórnarandstöðuna. Þessi ríkisstjórn þarf ekki að kvíða dómi sögunnar. Hún hefur þegar lagt inn á þann reikning glæsilegan árangur í baráttu við erfiðar aðstæður og hún þarf ekki að kvíða atkvæðagreiðslunni hér í kvöld.